5,6, 5,6, 5,8, 5,8 og 5,3. En þá komin inn á gólfið hún Vigdís Anna Hjaltadóttir og Árvakur frá Minniborg. Hann 10 vetra grár undan Djarfi frá Minniborg og Ásinju frá Ármóti. Vigdís keppir fyrir Holtsmúla, vertu velkomin. Þú gefur okkur greinlegt merki þegar þú hefur þína sýningu og gjörðu svo vel. Það var næsti knappinn mættur. Hún ætla að sýna okkur hraðabreytingu á tölti, opin sniðgang á tölti og brokki og riðja hringnum á stökki. Fyrri hérna á hægri opnum á tölti. Hvernig, ég svona misti hans að því út að vera í skjalinu, ég sé það bara vel lókin. Þú með einhverja pælingar þar? Mér fannst það nú bara ganga freka vel. Já. Hérna vantar kannski aðeins meiri sveigju. Já, meiri sveigja, meiri snið, ég sammála því. En það gekk betur upp á fyrri höndina. Já. Mér fannst hérna hrossi aðeins kveldari samt, svona... Já. Er það ekki? Hérna hraðabreytingin, svo fyrri. Þetta gera þetta bara fram báða hendur. Finnst þess... Nú bara freka vel. Já, þetta er hendur sem hefur rosalega miklu útgeislun á tölti svona. Já. Grípar alveg auga hjá mér allavega. Léttur af framann og svona. Útfærslan gekk líka vel, eða ekki? Fín hraðaaukning, nokkuð mjúk niðurhæging og heldur gangtegundinni. Aukar skreflengt í uppröðuninni. Þetta var virkilega flott hraðabreyting hér að hinga til. Kannski eftir með aðeins skarpari niðurhæging, svona aðeins lengin í hægtöld, jafnvel bara inn í beina svona alvöru hægtöld. En fram að því var þetta mjög vel útfært. Mjög flottur hérna á hægutöldi. Þetta er alveg svolítið hérna... Mjög sterkur á töldi hérna allavega, það sem ég er búinn að sjá á þessu. Já. Og bara með að segja greiða töldi líka. Og hérna svona, einmitt með greiða töldi. Svona var komin í raun og klára ekki greiðatöld í raun og veru. Já. Þannig að þetta farið miður skamrið, var komin upp í stökk áður. Ég veit ekki hversu miklar afleiðingar það hefur á þessu stigi en getur aðeins verið til frádráttnar að svona sett þak á töltengunina. Já. Hérna er hringurinn á stökki, gekk hann ekki bara nokkuð vel? Jú. Góð sveigja og fínt jafnvægi í þessu. Virkilega flott stökk líka í þessu hrossi. Bara góð þrítaktur og léttur og svífar. Á öðru stigi þá þurfa þið þá ekki bara að sýna eina langhlið en ekki gangtegundirnar, eina langhlið, eina skálinu, fjórðungulínu eða miðlínu. Eða eru beygjarnar inn í því líka? Sko beygjarnar telja náttúrulega alltaf með allan í reiðivinnsku einhvernina. Já. En má ég að sýna greittöld, náttúrulega er ekki krafa greittöld hér. Nei. Sko. Út af ekki krafa yfirferð og hraða. En ég myndi nú halda samt að sko gangtegundin er alltaf sýnd á langhlíðum og svona en jafnvægi í beygjum spílað með inni sko, myndi ég halda. Seinni hringurinn gekk líka vel bara og fer inn í býsna fín brokk eftir stökkið. Og svona mjög léttleikandi hestur. Já, skemmtilegt skref í honum. Já. Sýnist að gengur líka vel hjá knapunum að fá hann til að framkalla þetta sko, það er nefnilega ekki sjálfsagt. Nei. Hérna er opnja brokki og hann svona, held yfir bara góður, örlítið mikið sveig í hálsinum allan í endunum hérna en það var fínt sníð og heldur jafnvægi vel og kemur smá virkni með þetta í gangtegundina. Já. Og jafnvel aðeins betra hér. Allan að, sko, gekk vel svona, í endunum fór örlítið að stytta sig. Já, stytta hálsinn þá, já. Ekkert alls slæmt og neitt svoleiðis en sér á hvað sem jafnvægi líkamsbeitingu. Náttúrulega viljum hestur komið fram að tömum gegnum æfinguna. Já. En hérna samt virkilega flott æfing fram að því en já, svona endur ekki alveg 100% eins vel því að það gekk vel að framkvæmina hana áður. Já. Hvað sér hérna brokkið? Það gekk bara vel. Hann lengdi sig
lengdi sig aftur með hálsinn og var í góðu jafnvægi á brakki. Töff fet líka. Já. Það er mjög mikil gangaði í hrossinu, sko. Þarna lýkur hún sýningunni. Já. Þetta gekk nú bara... Þakka ykkur fyrir Vigdís Anna og Árvakur. Nú Svandís og Vösk hlutu í meðalengun 5,67 fyrir sína sýningu hérna áðan. Og einkunnir fyrir Vigdísi og Árvak